kvöldi fyrir brottför og ég segi bara, amen. Amen, já. Klukkan 10, korter yfir 10 á kvöldi. Ég loksins búinn að pakka. Drullu spenntur, stressaður. Jæja, ég var alveg lagður á stað hérna og við ákveðum að taka við okkur bílstjóra því að við bara erum ekki ástætt til að keyra. Við erum komnir á Loksins-barinn og það kemur ljós að ég glemdi veskunni mín heima. Þannig að þetta er allt í boði alla. Góður? Það er verið að næra sig hérna aðeins. Við erum komnir til Thailand. Skál fyrir því. Allir auðmingir að koma með. Já, segir það alveg. Hver eru síðastur? Já, Við erum síðastir. Við erum komnir hérna til Laos. Heilu og höldu, sko. Þöggs ég Erni, sko. Já, eiginlega. Hefði Örn ekki verið með okkur þá værum við væntanlega ennþá bara í Við vorum næstum búin að missa flugvélinni. Komnir til Laos, skiptum ykkur $300 og það er ekkert smá seðlabút sem kom með því, sko. Ég veit ekki alveg hvernig við höndlum þessa peningarla. My name is Tui. Tui? Yes. Tui. Hérna eru gaurarnir sko bara ready to rock and race, sko. En hvar er Ebbi og Ívar hérna? Hey! Hey! Við komum svona 500 metra frá hótelinu og þá erum við að taka okkur pásu og hérna fá okkur smá drykk hérna. Sitjum hérna við Mekongana og erum bara að njóta fyrsta dagsins í hérna Laos. Nákvæmlega er í massa robó hérna. Morðmilsa? Segir hún dreigja okkur? Svo er þetta alveg yndislegt að sjá þetta. fallega dýran Örn. Já. Sólstar silfri á vogan, sjáu jökulinn loga. Allt er bjart fyrir okkur tveim, því ég er komin heim. Sorry people, sorry. All good. Pínu sökkbremsa. Skál. Skál fyrir Laos og bara nýtt ævintýri í okkar lífi. Já, það er nýtt ævintýri að byrja. Skál fyrir því.